Hvar skólastjórinn? Nú, þarna. Já, þetta snýst viðhorf. Voru hennar loka orð. Rauðar. Næst það Ágúst Kristmanns, foreldri, ætlar að deila með okkur sinni reynslu. Hann hér, gjörðu svo vel. Góðan daginn, Ágúst Kristmanns heiti ég. Ég er faðir Inga Kristmanns sem 11 ára gamall drengur sem greindur var með væga þroskahömlun og hreyfi þroskaröskun þegar hann var bæði 3 ára og svo aftur þegar hann var 5 ára fyrir skólagöngu sem. Það hefur heldur betur margt breyst og gengið á síðan þá og mun ég reyna hér að miðla okkar reynslu og kynnum af menntastefnunni skóli án aðgreiningar. Leikskólaganga Inga gekk vel en þegar leið að því að hann átti að fara að byrja í skóla stóðu við frammi fyrir 2 valkostum. Annaðhvort væri hann í sérskóla eða heimaskóla. Við fjölskyldan meltuðum þessu vel og lengi fyrir okkur og komumst að lokum að þeirri niðurstöðu að hann færi í sinn heimaskóla. Einkum vegna þess að við vildum að hann myndi kynnast nærumhverfi sínu og að krakkarnir í hverfinu myndi kynnast honum á hans forsendum. Fyrstu 3 bekkirnir gengu mjög vel, eins og Auður kom fram á að þá stóð skólinn sig gríðarlega vel. Við þurftum ekkert að sækja skólinn, komið allt til okkar. Þrátt fyrir að hann væri aðeins eftir á námslega en hann fylgdi samnemndum sínum í öllum fögum með sína einstaklingsnámskrá. En þegar komið var í 4. bekk sáum við og þeir aðilar sem þjónusta hann að hann væri að komast á endastöðu í almenna skólakerfinu. Og í kjölfarið var tekin sú sameiginlega ákvörðun að hann myndi skipta og hefja nám í sérskóla í 5. bekk. Þegar við hófum að vinna í því ferli komumst við að því að það væri búið að breyta inntökuskilyrðum skólans og að samkvæmt þeim stæðist Ingi ekki þau viðmið samkvæmt greiningunni frá greiningastöðinni sem hann hafði, en hún var þá orðin mjög gömul og gaf engan veginn rétta mynd af stöðu hans á þeim tíma. Okkur brá mjög mikið við að heyra þetta og frá þeim tíma við fengum þær fréttir hófst barátta sem við stöndum ennþá í dag. Strax eftir nokkra vikur í 5. bekk byrjuðu að taka eftir því að Ingi var honum mjög dapur en hann var vanur að vera og þegar á leið fór félagslegi þátturinn að versna sem jókst svo enn frekar í 7. bekk. Á þeim tímapunkti var þroskamunurinn orðinn svo mikill að hann átti enga samleið með sínum bekkjarfélögum og einangraðist algjörlega. Þetta ár búið að vera eitt af erfiðasta sem við höfum gengið í gegnum síðan við eignumst Inga. En lengi vel virtist að allar dyr sem við komumst að væru lokaðar. Eins og staðan hefur verið, höfum við ekki haft val skóla fyrir hann þar sem hann uppfyllti ekki inntökuskilyrði í Kleppskóla. Honum bar einfaldlega að ganga í sinn heimaskóla alveg óháð því hvort það væri honum fyrir bestu eða ekki. Ef við ættum að skjóta á hvað hann væri staddur námslega og félagslega, þá myndum við skjóta að hann sé staddur í 2. bekk. Sjáum við fyrir ykkur nemenda í 2. bekk og 7. bekk ná saman og verða rosalega góðu vinir og fylgja stað námslega. Ég veit það ekki. Kópavogsbær, við erum úr Kópavogi, og skólinn hafa séð svona okkar eftir bestu getu með aðstæður. En hvernig á skólinn að geta tekið á félagslegri stöðu Inga? Á hann að útvega honum vini? Hann ekki að eignast vini. Vinur við vitum öll sem eigum vini hvað það að eiga vini. Hann á kunningja og eftir kannski heilan dag kemur hann heim og það eru allir að gera eitthvað annað.
Hann fær alltaf að vera með í leikjum og þess háttar, en hann dregur sig út úr þeim vegna þess að hann finnur sig vanmáttar og sér að hann getur ekki tekið þátt í þeim vegna líkamlegra burða. Börnum eins og Inga ber að hafa val, en hafa það einfaldlega ekki eins og staðan er í dag. Og lítum við svo á að það sé réttur drengsins að gangi venjulegan skóla en ekki skylda. Höfum við því upplifað það að menntastefnan skóli án aðgreiningar hefur snúist upp í andhverfu sína í okkar tilfelli. Núverandi úrræði henta honum einfaldlega ekki og fyrir vikið er hann að verða að lögbundnum rétti sínum til viðeigandi úrræða og menntunar. Hann er ca. 20% með bekknum og þá aðallega í verklegum greinum. Að þessu sökum lítum við svo á að Ingi sé ekki í skóla án aðgreiningar, heldur skóla aðgreiningar. Skóli aðgreiningar er þegar sonur minn er neyddur inn í sín heimaskóla og er aðgreindur frá ófötluðum börnum. Hann er tekinn úr bekk til að fara til sérkennara, er tekinn úr bekk til að fara í námsver eða er alltaf með starfsmann sér til hliðar þegar hann fær ekki að vera með inn í bekk, eða þegar hann fær að vera með inn í bekk og þegar það eru frímyndur. Og þegar hann getur ekki tekið þátt í fótbolta, klifugrind eða eltingaleik í frímyndum eða þegar allir aðrir eru að fara að gera eitthvað allt annað eftir skóla þannig að hann þarf að labba einn heim og leika við mun yngri systur eða fara í sund með afa sínum af því að hann fær ekki að vera í sundi í skólanum. Ég til dæmis þurft að fara inn í sundrútuna og bera hann út úr henni grátandi með ekka af því að hann vildi fara með bekkjabræðurum sínum í sundkennslu. Þann dag grét ég mikið af sorg. Það verður að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljós í öllum stundum en ekki einblína eingöngu á að þessi stefna eigi bara að ganga upp. Því ekkert tilfellir eins og þó að hugsunin á baku stefnuna sé góð og gild má ekki myndast tómarúm eins og gerðist hjá okkur sem snýr henni upp í andstöðu sína. Stoðkerfið fyrir slíka menntastefnu verður líka að vera í stakk búið að geta fylgt henni eftir og staðið undir þeirri þjónustu og þeim úrræðum sem koma fram í henni. Einnig finnst mér athyglisvert í þessari umræðu hve lítið hefur í raun borið á því hvað nemendum, fötluðum og ófötluðum, foreldrum og kennurum finnst þessa stefnu, það er hvernig framganga hennar er í raun og veru að heppnast í verki og framkvæmd en ekki á blaði og eða sem hugmyndafræði. Í október 2011 gerðum okkur ljóst að við gætum ekki sætt okkur við það að Ingi gæti ekki fengið að vera í skóla með jafningjum og sóttum í Klettaskóla. Meðvituð að samkvæmt nýjum inntökureglum og með mjög gamla greiningu frá greiningastöð fengjum við væntanlega neitun. Við fórum þá í að fá umsagnir alla þeirra aðila sem hafa þjónustað Inga. Það voru umsagnir frá læknum, umsjónarkennara, skólasálfræðing og þroskaþjálfara sem hefur séð Inga síðan hann byrjaði í Hörðuvallaskóla. Voru þær allar samhljóða að Inga væri best borgið í sérskóla og væri að verða einangraður félagslega og hreyfigeta væri orðin verulega takmörkuð. En þar sem það er eingöngu tekið mið af gömlum gögnum frá greiningarstöð var okkur neitað. Það að foreldrar sem eiga sérstök börn þurfa að eyða 1,5 ári í að sannfæra skólayfirvöld að einhver stefna sé ekki að ganga upp fyrir barnið er mjög furðuleg nálgun á einhliða skólastefnu. Það hlýtur að þurfa að vera mun meiri eftirfylgni greiningaraðila eftir því sem börnin eldast. Til dæmis hlýtur það að vera eðlilegt að börn með sérþarfir komi í endurmat við lok yngsta stigs í grunnskóla, þar sem þau hafa þroskast mikið á þeim tíma. Það segir sig sjálft að áherslur bæði námslega, félagslega og líkamlega breytast mjög mikið á þessum fyrstu 4 árum skólagöngunar. Að okkar mati höfum við eingöngu séð einn skóla sem virkar eins og hann á að virka í stefnu
skóla án aðgreiningar. Það er Klettaskóli. Nú áramótin greindist Ingi með heilkennið Brachydility Mental Retardation Syndrome og eru það vel 100 greind tilfelli í heiminum. Eftir að heilkennið var uppgötvað hjá Inga var honum vísað til greiningarstöðar eftir mjög langa bið. Vegna þess að í heilkenninu eru mjög mörg undirliggjandi vandamál. Við fengum svo niðurstöður úr greiningunni í síðustu viku, þar sem Ingi var greindur með til dæmis niður í miðlungs þroskahömlur, komið með vitsmunaþroska ca. 40, mun meiri einhverfu en við gerðum okkur grein fyrir og mjög lélega hreyfifærni. Þar að leiðandi munum við sækja að nýju í Klettaskóla og samkvæmt inntökuskilyrðum þar mun að væntanlega fá að vera meðal jafningja næsta haust. En eftir situr að allt það sem við erum búin að vera að ganga í gegnum síðastliðin ár eru að skerða tækifæri annarra barna til að verða meðal jafningja og það þarf að laga sem allra fyrst svo að önnur börn og aðrir foreldrar þurfum við ekki að ganga í gegnum sömu hindranir og við höfum gert undanfarin ár. Takk fyrir. Já, þakkaði fyrir þetta, Ágúst, og þessa reynslu. Næst tekur til máls Svanhildur Ólafsdóttir frá